Góðan daginn, kæru vinir. Og við erum komin saman til að gera eitthvað, ekki? Við komum alltaf saman til að gera eitthvað. Við erum ekki að koma saman til þess að hanga, eins og var hérna í sjoppunum í gamla daga. Þá komum við í sjoppun og við hengum þar daginn út og daginn inn. Og erum þekktir af. Sumir eiga nú kannski ekki þá sögu. En einhverjir eiga hann örugglega til. Og þannig er það nú líka með okkur að saga okkar er ekkert eins. Henni svipar til margs en er ekki eins. Og svo fer maður yfir sinn farna veg og sér að manni líkaði nú við margt sem að var. Og kannski í minningunni er þetta frelsi sem við höfðum, strákarnir og krakkarnir, svona merkilegt hjá manni. Það var enginn sem að eiginlega skipti sér neitt af okkur. Við vorum svo sem fólk og krakkar sem að vorum ekkert í að gera neitt af okkur. En við vorum kannski stundum svolítið fyrirferðarmiklir og eins og gerist bara með tápmikla stráka á þeim aldri að þeim taka sér nú ýmislegt fyrir hendur. Og ætli við höfum ekki verið það sem krakkar og börn, margir á okkur. En allavega þá héldum við hópinn og brölluðum margt. Vorum tilbúnir í alls konar og fundum okkur upp ýmislegt. Hvort sem var úr bókum eða kvikmyndum og sem við sáum eða lásum og hermdum eftir þeim. Þetta er barnasiður og auðvitað mynd af því að við þurfum að búa til gott fyrir börnin. Þau taka þetta upp á þess að við vitum alltaf að því þetta fullorðna fólk og að gera ýmiss konar. Eins og vorum að tala að þá lifði maður við talsvert frelsi og svona eftir á að hyggja þá metum maður það mjög mikils. Við máttum eiginlega vera hvar sem var í bænum. Það amaðist enginn neitt við okkur og ekkert bara við okkur heldur. Bara þess að krakka almennt. Frá blautu bassbeini, eins og sagt var nú bryggjan manns svona, mikilvægur staður, ekkert kannski endilega eini staðurinn, mikilvægur staður. Og þangað fórum við, guttarnir, með færin okkar, og voru ekkert dýrustu tegundir af stöngum, það var alveg óþekkt. Þær voru kannski til, örugglega voru þær nú til, en þær voru ekki til þess að veiða við hafnir. Þær voru þá í mesta lagi til þess að veiða í ám, mikla og stóra laxa og einhverju sögðu sögur af þeim stóra sem mann missti af. Það er alltaf svo stærsti sem sleppur en það er ekkert endilega röng mynd af laxi því að lax getur verið mjög stór fiskur. Og stór fiskur er náttúrulega kraftmeiri heldur en lítill fiskur og þannig að er nú kannski bara líklegra að hann sleppi ef einhver sleppur. Þannig að sagan stóra laxinn sem að veiðimaður misti er nú sennilega svona uppundið það að vera sönn. Og það er skiljanlegt að þeirri ástæðu sem við vorum hér að nefna. En þetta var nú ekki þannig á okkur. Við fundum okkur bara eitthvað svona kubb. Eitthvað svona lítið kubb. Fórum niður í Grænakaupfélagið í Hafnarfirði. Menn á aldur við mig, þeir muna eftir Grænakaupfélaginu. Og svo var önnur svona verslun minnir það, á Austurgötunni minnir það, hún var þar. Minnir að hún hafi líka selt gidni. Kannski fórum við þangað líka inn á milli. En allavega maður fór í mál til að kaupa nagla. En maður fór, ég man eftir nokkrum ferðum í Grænakaupfélagið að kaupa gidni.
Man ekki alveg hvernig þetta var, hvort við keyptum þetta í metrum, nei, það hlýtur nú að hafa verið, við höfum keypt ykkur rúllur þarna, nei, ég bara man það ekki. Nema hvað, við fengum okkar ginni. Þetta var nú ósköp svona þunnt og fallegt og við vöfðum þetta upp á kubbinn, digg, 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 digg og það kom svona vænn hnykill á kubbinn. Og svo fengum við öngla og kunnum ekki almennilegan önglanút og svo gerðum við þetta klárt, settum stein fyrir sökku, þeir voru nú hvar sem er, þannig það var ekki vandamáli með þá. Fundum heppilegan stein og vöfðum hann og bundum hann í garnið og svo var einhver leggur úr sökkunni, svona langur, sem að krókurinn var hengdur í. Öngullinn sem sagt. Og þessu var slakað niður án beitu og við kíktum niður í sjóinn og þar var fiskurinn, ussinn og við höfðum það lag á allavega í minni deild. Við vorum þarna vel vakandi og svo þegar einhver fiskur var undir önglunni þá kipptum við í hressilega og við náðum honum upp oft og þá vorum við búin að fá beitu. Þannig að við beittum úr þessum fiski á öngulinn og þá byrjaði fjörið. Þeir komu að beitunni og byrjuðu að narta í og svo ef einhver var gera sér líklegan í eitthvað ægilegt og þá kipptum við og hann festist á önglunum og við drógum hann upp. Og þannig bættist við fiskur á bryggjugólfið og Spriklandi og eitthvað vorum við að reyna að blóðga þetta, við vorum nú aldrei með hníf held ég, blóðguðum þetta einhvern veginn, man það ekki. Beittum einhverjum fantabragðum við það. Og svo var haldið áfram. Við fengum kola, það var koli þarna líka, slökuðu niður í botn og þar gat verið marhnútur, ég var alltaf smeykur við þessa marhnúta, þeir voru svo ljótir. Ég var vandarað með að losa krókinn úr marhnútum. Þetta var bara eins og hver annar fiskur og ég veit ekki með marhnútin hvort þetta voru bara svona tittir. Hvort þetta sé eitthvað sem stækkar og verður óverulega stórt og fallegt, veit það ekki. Allavega hef ég ekkert heyrt það og heldur ekki hvort marhnútur hafi einhvern að vera nýttur í eitthvað, Eden eða eitthvað slíkt. Hvað það, við vorum ekki mikið að pæla í því. Og stundum, við gerðum nú ekkert við þessa fiska. Ef ykkur átti kött, þá kannski tók það með sér og gaf honum eitthvað af þessu. Það var nú reynda köttur heima, ég man ekki hvort að maður bar þetta í hann. Ég held við honum bara henta svo öll aftur í sjóinn. Þannig að það var ekkert verið að gera neitt mikið við þetta. Nefnum í eitt skipti, þá var sett upp áætlun og hún var með þeim hætti að einhverjir á undan okkur, hvort þeir voru á sömu bryggi og við eða einhver annar, ég man það ekki, þeir höfðu veitt ufsa og farið með í lýsi og mjöl og þar gátu við selt þessa ufsa. Þetta var nú aldrei fengur fyrir okkur maður og við förum að stað til þess að veiða ufsa og selja í lýsi og mjöl og tókum með okkur í þetta skipti strigapoka sem við söfnuðum í og náðum að fylla, eða ekki að fylla, nei, langt frá því maður. Það voru kannski 10-15 kíló gæti ég trúa sem við fengum í pokan, það tók langan tíma. Það var engin þannig sem mókveið, við drusluðustu við þetta alveg bara sveittir og alveg svakalega spenntir að fara að selja ussan upp í lýsi og mjöl og kaupa okkur eitthvað gottir í fyrir. Við erum á þeim aldrei að þetta snerist allt gottir í kók og Prins-Pól og allt það. Og einhvern tímann og einhverjum stað þá finnst okkur vera nóg komið.
Þetta orðin svona okkar áliti white sekkur frá gömlu bryggi í Hafnarfirði yfir til ís og mjöl, það sé ekki 4-5 kílómetrar, 4 kílómetrar segja. Og við urðum að fara, við gengum út bryggjuna og fórum strandgötuna held ég, já örugglega, Fjarðargata þá ekki komin og gengum og gengum og gengum. Gengum fram hjá Slippnum og fram hjá Íshúsi Hafnarfjarðar og þá var nú farið að styttast nokkuð í Lýsjó og Mjöl sem var þarna Spottakorn í og upp Brekku að fara. Og við skiptustum á að halda, við vorum allir ekki verið 4-5 þegar þetta og héldum 2 á pokanum og svo skiptust við á að bera þennan sekk með okkur. Og við komum alveg svakalega stoltir. Okkur var sagt að fara með hann á viktina. Og viktarmaðurinn, hann látið í stráka mínir pokan á viktina, svo viktuðu hann. Og hann að vikta þetta er náttúrulega bílvikt. Þetta voru kannski 15 kíló, ég veit ekki hvort hann gat vikta þetta, eða kannski gat hann það. Og svo lætur hann, tekur hann með veskið sitt, þessi indali maður, og lætur okkur hafa einhverjar krónur. Okkur finnst þetta nú vera þunnt í roðinu og lítið og asnalegt. Og það var ekkert það að ræða, þetta var bara niðurstaðan og við förum samt harðlega glaðir með okkar feng eða okkar árakstur, laun má segja, fyrir söluna. Og náttúrulega steðjum í fyrstu sjoppu og hún var, við vorum, já, ég man ekki hvort við vorum 4 eða 5 eins og við varum að tala, ég manna það ekki alveg, nema ég var allavega, við vorum fleiri en einn. Og það var allavega að afraksturinn var ekki nóg fyrir kóki handa öllum. Og þá voru góður og dýr. Og rétt alveg eins og við skiptustum á að halda á pókanum, að þá deildum við þessum kókflöskum á milli okkar og drukkum á stút hvor frá öðrum. Og það var látið duga í það skiptið, enda ekkert annað að ræða, aurinn fór í þetta. En klukkutímarnir að baki, þeir náttúrulega voru bara að baki og afrakstur nokkur rýr, það fannst okkur nú. En þetta var nú svona kannski peningavit bassins, krakkans. Við veitum að krakkinn hefur ekki sama peningavit og kemur þegar fullorðinsáran færast yfir. Við vorum uppteknir við veiðina, ákveðnir í að vera með nógu mikið til þess að geta gert eitthvað. Og svo fannst okkur nóg. Nú var komið nóg, við getum ábyggilega gert eitthvað fyrir þetta og það var farið af stað. Og kallinn sem var á viktaskúrnum þarna í Lýsu og Mjöl, hann, ég veit ekki hvað, hann lét okkur bara hafa einhverja peninga úr eigin veski. Það var nú bara þannig held ég sem hann gerði þetta. Og við erum ofboðslega glaðir en svolítið fúlir í framan þegar það var ekki hægt að kaupa kók fyrir alla. Þetta var nú þessi veiðferð. Þetta var í eitt skipti gert, ég held að við hefum aldrei gert þetta aftur. Ekkert endilega vegna þess að okkur fannst uppskera rýr. En það var bara aldrei hugsun að fara aftur í þetta ævintýri. Ég held að það ekki verið vegna þess að okkur fannst þetta svo svakalega lítið að tækið ekki að vera að gera þetta. En allir það hefur nú ekki líka haft eitthvað að segja, þetta var nú svolítið svona brass við þetta og það var svolítið langan veg að fara. En við héldum áfram að veiða. Við héldum áfram að fara niður í grænakaupfélagið okkar, fallega. Og ef þú veist ekki hvar grænakaupfélagið var í Hafnarfirði, að þá kannski ertu nú komin nokkur nálægt í ef þú veist hvar A. Hansen veitingastaðurinn er.
Grænakaupfélagið var við hliðina á A. Hansen. A. Hansen var þá, ég man ekki hvað hét þá, en húsið var ennþá. Þetta gamalt hús A. Hansen og má þakka fyrir það að það hefur verið varðveitt. Húsin og bak við A. Hansen minjasafn í dag og þau voru þarna þá á þessum tíma og bak við þau hús var róluvöllur sem við vorum oft á krakkarnir í Hafnarfirði. Og tíma í einhver sumur, ég veit ekki, man ekki hvað mörg, allan 2-3 sumur, þá var alltaf komið saman þar, já, fyrir kvöldmat, já, líklega, kannski 4-5 leitið, og þar var spilað fótbolti í sandinum. Það var svona sandvöllur þarna. Þetta var leikvöllur, þetta var barnaleikvöllur, þetta var engin fótboltavöllur, en eins og við segjum, þá var frelsið nokkuð mikið og við máttum alveg vera bara hvar sem Og þarna mættu vaskir menn sem síðar urðu þekkti fótboltanöfn og handboltanöfn líka. Og þeir voru þarna bara, já, ekkert endilega bestir af öllum, en voru ágættir. Ég man ekkert hver var bestur og hver var vestur. Skiptir ekki máli, ég var allavega ekki einn af þeim bestu. Ég hef aldrei verið góður í fótbolta. Ég var allavega með þeim síðustu sem var kosið, ég man eftir því. Ég fekk svona að vera með. Ég var aldrei svo fyrsti sem var kosið, það var alltaf einn sem var alltaf fyrst og kosið. Ég var alltaf svona með þeim síðustu, en ég fekk að vera með og það var nóg fyrir mig. Og markið, hvað var það? Það var ekki fallegt netmark, nei, það var ekkert svoleiðis. Það var ekkert verið að hafa fyrir því. Það voru bara 2 steinar sem við voru funnir og svo voru skrefað, 4 eða 6 skref á milli, 4 skref eða 6 kannski. Og þar var hinn settur niður og þá kom 1 mark. Svo var eins gert með í hinn áttina. Og það voru 6 skref, ef hitt var 6 skref og þá var efra markið mark andstæðinsins líka 6 skref og völlurinn, það var á svona hallaði aðeins, þannig að brattinn, þú kannst þurft að sækja á móti brattanum eða vera undan brattanum og hvort það betra það veit ég ekki, ég heldum ekkert pælt í þessu. Og þarna var alveg skelfilega hrópað og skelfilega öskrað, það var sko látið í sér heyra. Og þarna voru menn sem voru svolítið svona markaskorarar, vildu alltaf skora markið. En ef þeir voru ekki með boltafiminu í lagi, þá mistuðu nú oftast nær boltan, þannig að ekkert varða á neinu marki. Þetta var svona hips hjá okkur. Það er enginn sem stjórnaði þessu. Það var bara einhver sem steig fram og valdi lið og þeir var búið að deila út 2 liðum og þá var byrjað. Þetta var gaman. Og ég man líka eftir öðru í húsinu sem nú er safnhús. Ég man ekki hvað þetta hét. Dudshúsið, ég kann nú ekki eins og að bera það fram. Það skiptir ekki máli, það er búið að vera þarna svo lengi sem elstu menn muna í Hafnarfirði og þetta er safn í dag. Þar bjó fjölskylda, ágætis fólk. Og húsmóðirinn þar, ég man ekki hvað hann heitir. Alltaf þegar að fór að líða klukkan niður 7, það var alltaf borðað klukkan 7. Þá opnaðist gluggi í kvisti upp í þakinu og þessi ágæta kona kom, matur, sagði hún. Og það var eins og manni mælt. Dómarinn hefði kveðið upp sinn úrskurð og þar með þagnaði allt. Sá tók boltan sem hann átti, stakk hann einhvern veginn á sig og svo gekk hver sína leið heim. Ég fór upp Kirkjuveginn, inn á Hellisgötuna og upp í Kóngskerið þar sem ég bjó þar. Og við bræðurnir, við vorum yfirleitt bræðurnir þarna 3, við vorum mikið saman á þeim árum. Komum heim alveg glorsoltnir og mamma auðvitað með mat á borðum. Og svo framvegis, þannig var það nú. Og sumrin, þetta var nú mest sumarleikir hjá okkur, við gerðum nú kannski annað á veturna, en á sumrin,
Þá vorum við í fjörunni, mikið fyrir neðan Sundhöllin í Hafnarfirði, þarna á Herjólfsgötunni, með alls konar fley sem við smíðum sjálfir. Það var ýmislegt brallað. Við sögðum þetta væri bátar, en hvort einhverju sæju þetta væri bátar veit ég ekki. Þetta var svona misjafnlega mikilvægt í þetta og einhver möstur voru á þessu, við festum þau og tókum sennilega herðatrjám heima, þverslána. Það voru svo góð möstur, þannig að það hurfu allar þverslár öllum herðatrjám heima, það var aldrei sagt neitt. Við notuðum þetta í bátan okkar og svo var eitthvað kubbur fundinn og honum var umbreytt hið snarasta í stýrishús og settur aftur á bátinn og stundum vorum við með pinna úr málmi sem við röðum á stefnið. Það voru nú sett á þetta stefn og pinnarnir settir á stefnið og svo var spotti, hann var vafinn á pinnana og þá vorum við konum með hvalbak. Ég man ekki hvort við settum, kannski vorum við stundum svo duglegir að við settum bara kubb ofan á og bjöggum til smá upphækkun og þá var það orðinn hvalbakur, alveg ekta hvalbakur. Þetta voru bátarnir okkar. 2 mastur, fram- og afturmastur. Örugglega hefur við pælt í að vera með bóma á þessu. Ég held að það reyndar aldrei verið gert. Við höfum ekki kunnað það, við höfum aldrei komið henni upp þó við vildum það, sem annað mál. En svo fer þetta nú allt saman að þróast. Við sigldum bátana í fjörunni, spotta í og dróum þá eftir okkur og sögðum líklega dugg, ég man það ekki, kannski var það. En svo uppgötvuðu einhver af okkur það að því að með því að setja korktappa aftur á skipið, bátinn okkar, og beygja negla með korktappa ákveðinni gerð, svona flöskukorktappa. Það var eitthvað sem fattaði þetta. Og við negldum 3 á afturhluta bátsins og beygðum hann aðeins niður. Og það þátti okkur alveg stórum merkilegt þegar við fórum að sigla þessum ósköpum. Því að með þessum korktöppum, vísandi öll niður, þá var eins og skrúfublað væri í gangi. Við höfum náttúrulega séð bát og þegar skrúan rótar upp sjónu þá kemur svona ákveðið lag á. Og við náðum þessu lagi á bátan okkar með þessum hætti. Þannig að það var svolítil þróun. Já, ég man ekki hvort að við föttuðum þetta eða hvort við heyrðum þetta eða allavega við gerðum þetta og muni það eftirleiðis að við bátar okkar verið með þessu lagi. Þessum korktöppum og alveg stórhrifni þegar við horfðum á bátana, maður það bara eins og væri bara bát og eins og bara væri skrúfa. Á þessum árum síldið þarna í gangi og þær fóru ekkert fram hjá okkur, strákunum. Við fylgdumst með þeim í blöðunum og í útvarpinu og ekki bara að við fylgdumst með þeim, heldur vorum við oft í kringum þessa báta og þessa síldarsjómenn á meðan þeir voru að undirbúa og gera bátana sína. Ekki bara ég, heldur bara margir af okkur á þessu sem voru þarna saman. Og ég man nú eftir því að faðir minn var nú á bát sem Ingvar Guðjónsson hét, hann var kokkur þar og svo var einn eldri bróðir minn þar líka og við fórum stundum þangað. Við þekktum þessa stráka, marga af þeim og þeir voru nú svona vinir bræðra okkar, eldri bræðra, sumir af þeim og þeir voru þarna um borð og þeir voru að mála. Og þeir réttu okkur pensil og við fórum að mála. Við borðum í bátnum, guttar, 10-12 ára, 10-11 ára eitthvað. Og það var aldrei gaman maður. Þannig við vorum að stússast í mörgu og við vorum að tala áðan þetta frelsi sem við byggum við. Og þetta var svona. Svona eftir á hyggja, þá bara fórum við bara þangað sem við vildum.
og það voru bara allir, vorum alltaf velkomnir. Þetta var mjög algengt í Hafnarfirði til dæmis og ég örugglega verið þannig á öðrum stöðum, kannski ekki eins mikið í Reykjavík, ég veit það ekki, en örugglega út á landi víða. Að þar voru bara strákarnir í þessu. Ég heyrði til að mynda sögu frá Neskaupstað af mönnum sem eru eldri en ég og þeir voru bara í þessu líka. Þeir voru að búa sér til talstöðar og þeir voru þessi bátur og hinn var hinn báturinn, síldarbáturinn sem var þekktur. Þannig við vorum á kafi í þessu, ekki bara á einhverjum einu stað. Þetta var svona út um allt. Þannig að það sem við vorum að gera, þetta var bara hið algenga. En þetta er ekki gert í dag vegna þess að það er svo mikið breyst. Og það verður náttúrulega líka að segjast eins og að þetta er öðruvísi í dag. Þetta er orðið svo mikil vélvætt. Þetta eru í raun og veru ekki nein barnaleikföng lengur. Og það er nú bara þannig, þetta eru bara aldeilis engin barnaleikföng. Og hvað það? Þetta var svona þegar við vorum fallegir ungir drengir. Og við vorum sérst mikið við höfninu og mikið við sjóinn og mikið við hérna í kringu það allt saman og í brælum. Þá vorum við ekki alveg sloppnir því að alveg svoleiðis brjálaður sjórinn og við fórum á Gamlagarð. Það er nú búið að kaffara hann í grjóti í dag og hann var þá bara í öllu sínu veldi og við fórum bara í sjógalann. Ég man eftir ég fekk frá pappa, hann átti svona sjóúlpu og við fórum bara í okkar sjógalum, sennilega pöppum okkar eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki, man það ekki. Allavega man ég að mín úlpa var frá föður mínum blessuðum, blessuð sé minning hans. Og við fórum fórum á endan á garðinum og það gekk yfir hann alveg skaflarnir á sjó. Og svo stóðum við undir bunninu þegar hún gekk yfir garðinn. Og einn kíkti yfir, hífði sig upp á höndunum og kíkti og svo hrópaði hann að það er ein að koma og við undirbjökum okkur og svo fengum við skaflinn af sjónum yfir okkur. Í dag hefði þetta nú líklega verið stoppað, en það sagði engin neitt og þetta voru bara aðrir tímar þá og það var enginn sem meiddist og enginn sem skaðaði sig neitt og það gerðist aldrei neitt. Maður blotnaði ekki einu sinni því að maður var svo vel varinn. Og svo náttúrulega eftir einhvern tíma þá hætti þetta að vera gaman og við fórum heim. Og svo framvegis og svo framvegis. Og í þá tíma, við erum að tala tíman þegar við 53 mótilið erum bara börn í Hafnarfirði. Og það var nú aldrei smart annað. Það var langur vegur frá því að Norðurbæinn væri til að dæmi sér tekið. Það voru þarna 3 hús. Ef þú manst hvar Þórólfsgatan var, þá kom svona leggur og þar var smá gata, ég man ekki hvað hún heitir. Ég held að hún hefði nú ekki heitað Þórólfsgata. En þar fyrir ofan voru trönur, þú veist hvað það er. Þar sem fiskurinn var hengdur. Og þessar trönur voru á fullu notaðar. Á vorin og sumri þá hékk þar fiskur. En það var eins og með annað að þar vorum við oft og það fetti engin neitt fingur út í það þó við værum að klöngrast á þessum trönum og við gerðum þar bara það sem við vildum. Og við vorum náttúrulega strákar sem vorum í ævintýrunum að því við vorum alltaf að lesa ævintýr og sjá ævintýramyndir inn á milli. Og við gerðum oft svona palla upp á þessum trönum, drógum saman spírur og byggum til pall, áttu nú að vera eitthvað virki úr einhverju myndinni eða bókinni, ég man ekki, líklega bókinni Prins Valiant var hann, nei ég man það ekki, hver Prins Valiant var það ekki,
allavega var hann stundum okkar fyrirmynd. Og þarna byggum við pall, við heldum bundum þetta einhvern veginn saman, ég man ekki hvernig við gerðum þetta, og svo reistum við svona handriði, sem náði allan hringinn. Bundum þetta einhvern veginn saman, ég man ekki alveg hvernig þetta var, og þetta stóð allavega, já, við komum þarna nokkrum sinnum og vorum að gera eitthvað svakalega flotta túra þarna. En svo var það allt eyðilegt, því að bæjar útgerðarkarlarnir, þeir komu þarna og einn morguninn, einn daginn sem við komum þarna, á að eyðileggja allt. Og í stað fína pallsins okkar hékk fiskur á þessu rám, og það var allt í lagi, við náttúrulega vissum að þetta var undir fiskinn en ekki fyrir til þess að búa til palla fyrir okkur. En eins og ég var að tala áðan, og þetta er sannleikur, það var aldrei neitt amast við þessu brölti okkar, hvar sem við vorum, við fengum alltaf að vera í friði, það var aldrei neitt tiltal sem við fengum. En það vorum við eins og við vorum að segja, við vorum bara strákar að leika okkur. Ekkert að gerast neitt þannig hjá, við vorum ekkert að skemma neitt og ekkert að eyðileggja neitt, það var ekkert málið. Ætli við höfum ekki verið bara góðir strákar, ég hugsa það nú. En þetta var svona, æskan mín, hún er svolítið mikið merkt þessu. Og svona eftir á að hyggja, þú sér að ég er nú ekki 5 ára, kannski hugsun, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þú segir um það. En hérna, þetta er svona svolítið mín æska. Ég segi oft og hef oft sagt að ég átti góða æsku. Og ég met þetta frelsi sem ég átti. Móðir okkar og foreldrar okkar, þeir í raun bönnuðu okkur eiginlega ekki neitt. Ég man eftir því, ég spurði einhvern mömmu að þessu, hvort hún hafi ekki verið stundum svolítið áhyggjufull yfir okkur, því að við vorum náttúrulega bara strákar. Svo vorum að gera alls konar. En hún blessaði mig nú og gladdi þegar hún sagði mér, nei, Konráð minn, það hefði ég aldrei. Nú, akkur ekki. Ég þekki ykkur, sagði hún. Hún hafði nefnilega alið okkur upp. Hún vissi hvað við höfðum að geyma. Þess vegna var hún alltaf salla róleg með okkur öll og hún, svona eftir að hyggja þá skeði ekki neitt. Eitt var það sem við vorum að gera, það var Prins Valiant ábyggilega að við smíðum okkur sverð og það var alls konar skildir og drall sem við vorum með. Og svo var barist og það er svo sem átti aldrei neitt að meiðast. En það skeði nú reyndar aldrei, en einhvern tímann þá hjó ykkur of hátt, ja, of fast og einn fór að grenja. Og þá voru alltaf hættu allir, maður skítræddir, hlupu bara heim. Það átti aldrei neitt að gerast í þessu. Þetta var bara leikur, það átti enginn að meiðast. Og það meiddi svo sem enginn, en krakkar þeir eiga það nú til að fara að grenja þó tilefni sé kannski ekki ærið. Og það skeði einu sinni að tvisvar í okkur, ég var nú reyndar held ég ekki sá sem fór að grenja, ekki svo í muni en einhver fór að grenja og það næði til þess að allt stoppaði. En ekki svo að það hætti bara vegna þess að við vorum hérna, bara þetta eldist af okkur. Og hraunið maður, þetta fór allt fram hérna upp í Trönunum sem við vorum að tala áðan, þar vorum við með bardagana og svoleiðis svakalega bardaga. Svo hraunið þarna út allt, það er allt horfið í dag. Og þar voru bóaleikjarnir alveg svoleiðis bara úr öllu hófi. Og menn læddust eins og líkræningjar hérna móa og meli og upp með hendur út tekinn og þá reytti maður upp hendurnar og mann eftir einu sinni, það skýður nú svolítið fyndið þá, óvart. Þá vorum við heima og þetta fór fram út allt, heima við Kóngsgerði. Það fór einn bóaleikur fram og þá var eins og í myndunum, þá var maður að sækja bóa og taka hann til fanga og veist hvernig þetta er. Og það við erum á horni, það er alltaf horn á húsum og einn kom hérna
og annar kom hérna. Svo kíkjum við báðir, ding, og ég sé ekki neitt. Hann sá mig að ég var stærri, ég sá yfir hann. Og ég var tekinn til fanga, það var nú hlegið við hlófunu að þessu, það var ekki takt annað en að hlegja að þessu, þetta var svolítið fyndið. Því hann var minni en ég sko, en við vorum vissum ekki hvor öðrum, en erum á sama andartaki á horninu. Og ég horfið, sé engan, hans horfið og sér mig að því ég var stærri. Og hann með var það búið fyrir mig. Margt svona þegar við gerðum. Og þetta er bara vegna þess að við höfðum svo mikið frelsi, strákarnir, að við gátum leyft okkur þetta. Og það er sannleikur. Það var aldrei amast við neinu. Aldrei. Samt voru út allt og upp allt. Það var sem bóaleikirnir maður, þeir voru svo agalega flottir. Bang, bang, bang og alls konar ditt. Spýtur og stundum, ef þegar veislan var, þá var klannetubyssa, þá var hvernig þetta var. Yfirleitt voru þetta bara prik sem við notuðum og þetta var alveg ekta fyrir okkur. Það við vorum bara börn, takt eftir því, og svona eru börn. Og ég er líka mjög þakkláttur fyrir það að ég fékk að vera barn. Þannig að ég í raun og veru, svona eftir að ég fullorðnaðist, þá fór maður að heyra ýmislegt að fullorðið fólk verði aftur barn. En ég hef aldrei verið það. Ég segi, ég fékk að taka út mitt barn. Kannski er það með sumt fólk að það fær ekki að taka út sitt barn. Ég held að það sé dálítið slæmt. Og það getur komið upp svo staða að fara svona barnaleikir af stað. Og það segir, ég bara varð aftur barn. En ég hef ekki fundið það og ég hef aldrei tekið upp neitt svona af því að ég eiginlega gekk þetta bara, maður sem þetta fékk að þroskast upp úr þessu, maður var þetta, við vorum að lýsa því hvernig þetta var og maður óx upp úr þessu og svo horfum maður tilbaka, góð minning og allt það, en já, þetta var gaman, en ég er ekki til í að fara í þetta aftur. Svona hefur lífið maður svolítið verið, að maður hefur fengið að gera það, taka út þetta og hitt, svo er það bara búið. Það held ég að sé rétt að fyrir allavega það virkaði vel á mig. Og maður horfir tilbaka núna í þessum töluðum orðum og maður er að mæra allt þetta frelsi sem maður hafði. Það er að aga strákana, kannski sagði einhver, og já, auðvitað þarf að aga strákana. En samt er þetta, þó maður sjá hvernig aga á, þá samt þetta að vera með frelsið, svona, já, ef að krakkar eru bara heilbrigðir krakkar, og þá getur þú alveg treyst þeim fyrir því að fara ekki of langt með neitt. Þess vegna auðvitað þarft þú að þekkja vel börnin þín. Eins og mamma blessunni sagði, þegar ég spurði hann að það var löngu seinna, ég orðið fullorðinn maður þá og þá sagði hann, ég þekkti ykkur, ég treysti ykkur alltaf. Þetta var svona gott svar hjá henni og það er auðvitað alveg hægt að skilja það því hún var manneskjan sem fyrst og fremst ól okkur upp. Hún sá allt, uppeldi líka. Þannig ég fekk gott uppeldi og bjó við kjör aðstæður. Ólst upp í stórum systkinahóp og það var ýmislegt sem gekk á þar eins og gengur og gerist með stóran systkinahóp. En öllum þykir vænt hvornum annan og það hefur alveg haldist. Það finnst mér líka var á marga góða punktar sem að maður varðveitir í sínu hjarta. Og ég kann vel við þessa æskumynd sem ég á. Ég veit að margir eru alveg krumpaðir þegar þeir fara inn í sína æsku og það er náttúrulega mjög slæmt. En ég get sagt allt aðra sögu og ég þakka Guði fyrir það. Hann hefur gefið mér þetta og leyft mér að eiga þetta í Jesú nafni. En ef ég ekki segja þetta gott og það er aldrei að vita að maður reki fleiri æskusögur. Ég bendi þér á það að þetta er sannleikur sem ég er að segja þér.
Þetta gerðist. Við gerðum þetta guttarnir í Hafnarfirði. Í Jesú nafni.